Góðan daginn, kæri gestur, og velkomin hérna á fyrirlestur Pál Baldvins Baldvinssonar. Á stríðsárunum heitir fyrirlesturinn hans. Tilefnið yfirstandandi ljósmyndasýning sem á vegg hérna í Þjóðminjasafninu, kallast Tónlist, dans og tíska, og þar eru sýndar ljósmyndir eftir Vigfús Sigurgeirsson ljósmyndara. Páll ansi fróður þennan tíma. Margir sem þekkja bókina hans Stríðsárin 1938 til 1945, þannig að hann gefur okkur eitthvað svona innsýn inn í sína sýn á þetta tímabil. Pínlítið af praktískum atriðum. Þessum fyrirlestri strengt, þannig að ég, fyrir utan að bjóða ykkur velkomin sem sitji hér í sal, vil ég gjarnan bjóða alla velkomna sem að hlusta í streymi. Eftir fyrirlesturinn hjá Páli, þá ef það eru spurningar í sal, þá mun ég standa hérna með hljóðnema og endurtaka spurningarnar ykkar, vegna þess að það heyrist, það sem sagt hérna út í sal, það heyrist auðvitað ekki í upptökunni, þannig að ég bara bið ykkur að sýna því þolinmæði og endilega ekki hika við að spyrja. Og eftir fyrirlestur þá alveg upplagt að nýta sér tækifærið hérna og koma með okkur á sýninguna hérna á vegg, og bæði ég og Páll verðum þar og til þess að svara spurningum. Hér í salnum líka Gunnar Geir, sonur Vigfúsar Sigurgeirsson ljósmyndara, sem kemur í rauninu með þetta myndasafn sem á sýningunni til okkar hér á Þjóðminjasafninu og leggur til þessa sýningu. Og ég vil ekki hafa þau orð fleiri, þannig að bara gera svo vel, Páll. Komið sæl og blessuð, gaman að sjá okkur og þeir sem heima sitja sömuleiðis. Það kannski fyrst af öllu að gera aðeins grein fyrir því sögusviði sem við erum stödd á. Það var fyrir nokkrum dögum brotin yfir hús neðst við Hringbrautina, gamli bifreiðaskáli Steindórs bílakóngs. Þar var í lok árs 1939 flutt sköpunum eftir hættum. Fyrsta tónlistarhús sem tók sæmilegan áhorfendafjölda í Reykjavík, 2000 manns í sæti og slegistu með hana. Algjört brautryðjandi verk.
í tónlistarflutningi á Íslandi. Og þar voru við endimörk byggðarinnar í raun og veru. Húsið stendur eiginlega við Hringbrautina, en samkvæmt borgarskipulaginu þá var öll byggðin innan hennar. Við þekkjum bara leifarnar af henni, en hún gekk sem sagt frá Ánanaustunum alveg inn á Snorrabraut, sem hét þá ekki Snorrabraut, og áfram síðan með sjónum, aftur suður á Ánanaustum. Innan þessara marka var Reykjavík. Utan við þessi mörk var samt sem áður talsverð byggð, en hún var allt annars eðlis. Það voru býli með búrekstur frá Sauðanesi við Skerjafjörðinn og áfram í áttina að Öskjuhlíðinni. Valsmenn voru 1938 nýbúnir að kaupa sér jörð sem að við þekkjum núna sem nýtt byggingasvæði í Reykjavík, og áfram teygði smábílabyggðin sig upp eftir Ártúnsholtinu og út með sjó. Þannig að við erum að tala mjög þröngt svæði í rauninni. Það búa 38.000 einstaklingar á Reykjavíkursvæðinu, flest allir innan Hringbrautar, og þeir búa þétt. Þessi tímar eru dálítið sérkennilegir að því leytinu til að það er að takast eða hefjast átök í raunveruleikanum það hvar persónufrelsi er og hvað fólk getur leyft sér. Sem dæmi það er hægt að nefna það að það er nýbúið að setja barnaverndarnefnd í gang í Reykjavík. Hún er stofnuð 1932. Rannsóknarlögreglan í Reykjavík stofnuð sama ár, og það er verið að koma skikk sem sagt á samskipti stjórnvaldsins og einstaklingsins í bænum. Hvers vegna stoppuðum við það? Vegna þess að það verður í rauninni mjög djúpstæð deila næstu árin. Hvað má einstaklingurinn leyfa sér og hvað er honum heimilt? Og svo barátta hún á sér eiginlega fyrst og fremst stað í því framferði borgaranna sem við köllum skemmtanalíf. Í smábyggðinni í kringum Reykjavík þá hann sé náttúrulega stað ræktun. Það eru hvorki meira né minna heldur 720 hektarar sem eru ræktaðir af borgarbúum allan hringinn í kring. Melunum, Kringlumýrinni, Sauðagerðinu, og þetta er sjálfsþurftarbúskapur. Fólk sem sagt ræktar yfir sumarið mat sem að það getur borðað fram eftir hausti, það síður niður, það sússar. Jafnframt því sem það lifir í rauninni á hafinu að hluta til, vegna þess að það er sótt sjóinn hérðan úr bænum, og fólk lifir á fiski að stórum hluta, jafnframt því sem það lifir á söltuðu kjöti. Þetta er sem sagt heimur sem að er allt annar heldur en sá sem að við þekkjum núna. Og það er í sjálfu sér dálítið forvinnilegt að spegla þann raunveruleika sem við búum við í okkar stafræna lífi við þann raunveruleika sem að þetta fólk býr við. En þess að þrátt fyrir allt þá er maður manns gaman, og skemmtanalífið í sjálfu sér það hefur ekki breyst rosalega mikið. Á þessum árum þá er fólk náttúrulega með sínar lókalstjörnur, alveg eins og við erum í núna, og okkur þykir það sem er dálítið fáfengilegar í dag. Og þar kemur náttúrulega við fúsinn í að þessar stjörnur þær láta mynda sig. Þær fara í stúdíóið til hans, hann er kominn til Reykjavík 1935 og rekur stúdíóið sitt hér í bænum upp frá því.
eftir að hafa starfað á Akureyri í talsvert langan tíma. Hann sækir menntun sína í ljósmyndun til útlanda og hann kynnist sérstaklega í ferðum sínum til Þýskalands 35, 36 og 37. Þá kynnist hann því sem að gerast í ljósmyndatísku, má segja, og myndatökum á erlendri grund. Hann ekki einn það, þeir eru fleiri sem við nám í Þýskalandi á þessum tíma í ljósmyndum. En hann verður mjög áberandi. Dagbækurnar hans, færslubækurnar hans í stúdíóinu eða stofuna hans, það vitna til það hvernig bæði fátækt fólk og síðan betri borgarar koma til hans til að láta taka sér myndir. Gríðarlega auðugt og flott safn, kannski fyrst og fremst vegna þess að hann metnaðarfullur ljósmyndari. Hann beitir lýsingu og annan hátt heldur en hafði tíðkast og sýnir fagurfræðilegt snið í rauninni í daglegri vinnu sinni sem að einstakt á þessum tíma ef við berum það saman við ýmsa aðra ljósmyndara sem að voru virkir á þessum árum. Og fólk stundar það að láta taka af sér myndir. Það eins og það sé nánast sönnun fyrir tilvist þess á tyllidögum að það fer og lætur taka af sér mynd í stúdíói. Það náttúrulega margt sem að sambærilegt þessum tíma á okkar og það þá kannski fyrst og fremst hvernig myndmiðlunin á sér stað. Það ekki farið að prenta mikið af ljósmyndum í blöðum og tímaritum. Prentumótin eru dýr. Það eru fáir sem að reka verkstæði sem að búa til prentmót. Samt sem áður eigum við til dæmis mynd sem að birtist í Morgunblaðinu afflutningi á sköpuninni sem að Vigfús tekur. Því miður hefur okkur ekki tekist að finna frumritið af þeim myndum en hann var stöku sinnum kallaður til af hálfu Morgunblaðsins til að taka ljósmyndir af merkilegum viðburðum af mati blaðsins. Þar fyrir utan var hann náttúrulega kallaður til margsinnis til þess að taka myndir úr atvinnulífi sem eru alveg einstök heimild. En við erum fyrst og fremst að horfa á það hvernig skemmtanalífið birtist í myndatökunans. Það var náttúrulega við rammanreip að draga vegna þess að vinsælasta skemmtunin í Reykjavík á þessum árum var kvikmyndin. Hér voru rekin 2 kvikmyndahús, Gamla bíó og Nýja bíó. Það var hægt að sýna kvikmyndir í Fjarlæggettinum á þessum tíma. Þar rak kommúnistaflokkurinn samkomuhald, aðallega fyrir pólitíska fundi og böll fyrir sína félaga. En bíóin voru gríðarlega vel sótt og á þessum tíma þá var það þannig að kvikmyndaúrvalið það kemur fyrst og fremst frá Evrópu. Það er verið að sýna franskar myndir, þýskar myndir, danskar myndir, sænskar og norskar, breskar og stöku sinnum bandarískar myndir. Það sem vinsælast eru náttúrulega söngleikir. Skraupsýningar með tónlist, stórum dansatriðum, teknar í kvikmyndaverum á meginlandinu. Það glæsilegustu þýskar, enda það stefna stjórnvalda þar í landi á þessum árum, að útbúa skemmtun fyrir fjöldan. Stöku sinnum þá gerist það á þessum árum að Íslendingar ráðast í það að setja upp söngleiki í Iðnó, sem er helsta leikhús bæjarins og er rekið frá hausti til vors, því ennþá lítur allt þjóðlífið þeim böndum sem landbúnaðarsamfélagið hefur sett á þjóðina. Á sumrin, á fardögum, þá verður breyting á öllu þjóðlífinu, þá eru vistaskipti í sveitum, því ennþá erum við með samfélag sem er þannig og það vinnufólk á öllum bæjum, bæði karlar og konur.
Og síðan náttúrulega farið til vinnu í þau þorp þar sem að síldveiðin gefst og dvalið þar sumarlangt í bröggum við hamslausa vinnu nótt og 19 dag. Annað fyrirbæri sem er mjög einkennandi á þessum árum er upphaf af revíusýningum á nýju. Það hefur legið í dvala eiginlega frá 1930. Það voru frumsamin verk, fyrst og fremst skopum þekkta borgara með mjög lauslegri fléttu og sönglugum. Og við eigum á þessum árum nokkrar dægurlaga stjörnur getum við kallað. Elsa Sifus situr ennþá út í Kaupmannahöfn með sína útvarpsrödd eins og það er kallað og gefur út hljómplötur. Frábærlega flink söngkona og er þar meira og minna öll stríðsárin. Hingað er kominn ungur kraftur sem er ættaður ofan á Akranesi, Hallbjörg Bjarnadóttir, 25 ára gömul og er að burðast við það að berja saman sínum eigin lögum og kynni nýju músík til sögunar, syngið. En þarna takast á tvenns konar póla, það er annars vegar einhvers konar frásögn í söng, í gamanvísunum fyrst og fremst, og það er náttúrulega Bjarni Bjarnason fremstur, heldur tónleika í Gamla bíó, marga í röð, alltaf húsfylli, hermir eftir fólki og er stjarna þessara tíma. Á góðum dögum þá eru sömuleiðis aðrir minnisbámenn farnir að sækja inn á það svið, Brynjólfur Jóhannesson, Lárus Ingólfsson, Alfreð Andrésson, stunda gamanvísna söng, með kynni sem að flytja gamanmál inn á milli og allt er þetta bundið við má segja lífshætti og áberandi persónur í þjóðlífinu. Það er ennþá ekki orðin sú breyting en hún er í vændum að sönglagi það öðlist líf á rómantískan hátt með ástarsöngum og gleðisöngum en það er mjög skammt í að það gerist og það gerist með nýrri kynslóð. Dagurinn er öðruvísi. Hann lítur ennþá þessu gamla boði að þú ert að fara upp eiginlega við sólarupprás. Sem þýðir það að það er fólk á ferli frá því 5-6 á morgnana þegar að birta gefst. Og kvöldið er fyrr. Það er orðið kvöldsett og fólk gengið til náða klukkan 10 á kvöldi. En það er líka eftir að breytast. Þannig er það til dæmis að það eru menn ennþá að fara til vinnu og koma frá vinnu þegar að Bretarnir koma hingað undir morgun 1940. Og það eru menn á ferli í bænum farandi til og frá vinnu alveg í morgunsárið. Í raun og veru áður en að fólk er farið á fætur. Og menn fara fótgangandi, mestan part, á hjóli sumir. Bílaumferð er miklu minni heldur en við getum gert okkur í hugulund. Það er meðal annars vegna þess að götukerfið er þannig, það er takmarkað og bíllinn er ekki búinn að öðlast þann sess sem að hann nær síðan bara á næstu árum. Við þekkjum ennþá þessi helstu kennileiti í skemmtanalífinu, þar að segja Hótel Borg sem er eina veitingahúsið í Reykjavík sem hefur leyfi til þess að veita áfengi. Við eiginlega alveg við hliðina á því er Gúttó sem er núna bílaplan Alþingis. Hinum megin við götuna þessum ráðhúsi stendur núna er Báran sem sjómannafélagið á. Á sínum staði í brekkunni er Fjalakotturinn með sinn sal. Iðnó er þannig rétt hjá, þannig að í rauninni má segja það að það er steinsnar á milli helstu samkomuhúsanna í bænum.
og þar dansað. Það er hljómsveit. Þessi hljómsveit er starfandi á Hótel Íslandi sem er á Ingólfstorgsplaninu. Það er sömuleiðis starfandi hljómsveit á Borginni. Það er restaurasjón alla eftirmiddaga þar sem leikinn er svona létt tónlist af 3 til 5 tónlistarmönnum meðan að gestirnir gæða sér á kaffi og kókum og svo eru böllakvöldin. Og það er breyting yfirvofandi í dansinum vegna þess að til landsins eru komnir kraftar sem að hafa áhuga á því að kenna dans, samkvæmisdansara, dansa, Sigurður Guðmundsson, Grímur Hansson og músikinn sem er verið að flytja inn er nútíma músík, fyrst og fremst með suðuramerískum takti, rúmbur, sömbur og cha-cha-cha. Jafnvel svolítið jive, rétt að byrja, swing, eins og það kallast. Og það sem það er kallað gömlu dansarnir þá er það sama að við köllum gömlu dansarna í dag. Það hefur ekki breyst meira heldur en það. Dansinn hann á vissuleyti markar þessi átök sem ég var að tala áðan. Sem sagt, frelsið til þess að hreyfa sér til skemmtunar. Og við erum að fá inn í landið krafta sem að sameina í rauninni samkvæmisdansinn og listdansinn. Og það er mjög einkennilegt en það er Vigfús sem að dókumentar þessar konur. Þær hafa sótt sér nám til Bretlands og Danmerkur fyrst og fremst, Rigmor þar á meðal, Elli Þorláksson, Sif Þórs og Ellen Kay kemur hingað líka og hann myndar allar þessar konur í dansbúningum og við dans. Þrátt fyrir það að við séum með þjóð sem er, hvað eigum við að segja, ekki mjög þróuð, þá eru menn farnir að fá fáránlegustu hugmyndir. Þeir eru að tala það að byggja sjóminjasafn. Ungur arkitekt sem er nýkominn til landsins 1939 vil endilega byggja bílakjallara, nokkurn veginn þar sem að Harpa reisi þar. Menn eru jafnvel að láta sér detta það í huga að smíða flugvöll. Og ennþá er verið að velta það fyrir sig hvort að það sé mögulegt að byggja verkamannabústaði í Reykjavík fyrir þá sem að eiga undir það að sækja, að eiga húsnæði. Þetta er ennþá skort samfélag. Að því leytinu til að innflutningurinn getur verið þannig að einn daginn þá vantar eldspýtur í þorpið eða eldspýtur í bæinn, það verður þurrð á sígarettum í 2-3 vikur. Það er skortur á bensíni og það er ekki komin kol. Þannig að innflutningurinn, hann er svona styrður og hann er svona styrður fyrst og fremst vegna þess að tekjur landsins þær duga varla fyrir framfærslunni. Og skorturinn hann setur náttúrulega mörk sín á allt. Hann setur til dæmis mörk sín á það hvað fluttir inn af efnum til klæða. Menn eru ennþá að sauma upp, sem kallað er. Strákur sem á að fermast, hann þarf kannski að lúta því að fermingarfötin hans eru saumuð upp úr gömlum sparifötum föður hans. Þau eru bara tekin og þau eru minnkuð. Og við erum sem sagt í þeim sporum að við erum að í rauninni að finna okkur mót í flíkum. Þess vegna er það náttúrulega mjög merkilegt að það er konur sem að eru ábyrjandi í tískusaumi á þessum árum og það eru náttúrulega aðfluttar. Henni Ottosen fyrst og fremst og það eru hér frammi myndir frá tískusýningu sem hún stóð fyrir á Hótel Borg 1939. Hún var saumastofa frá Berlín, saumakona frá Berlín.
og átti sér, hún og fjölskylda hennar átti sér bæði bjartar hliðar og dimmar. Hún misti stóran hluta af ættingjum sínum í fangabúðum í Þýskalandi. Hluti af ættingjum hennar náði að flýja til Íslands og settist að á Akureyri. Þannig að í öllu þessu kyrrláta samfélagi þá erum við að fá nýja krafta. Og þeir kraftar eru flestir frá Þýskalandi og nær allir landflótta. Og við erum ekki að tala einn eða tvo eða þrjá, við erum að tala hátt í 3. tug af fólki sem flýr hingað, annaðhvort vegna pólitískra skoðana eða vegna kynþættis. Við getum ekki skotið tölu á það í raun og veru hvað það voru margir sem komust inn og hvað það voru margir sem komust ekki inn, en það má slá á það að kannski 1/50 af þeim sem sóttu að komast til Íslands á árunum fyrir 1940, hann hafi fengið landvistarleyfi og hinn hafi meira og minna farist í Þýskalandi fyrst og fremst, ef ekki af eigin hendi þá í fangabúðum eða útrýmingabúðum. Þetta er lokað samfélag og fylgir nánast nákvæmlega sömu reglum eins og öll Norðurlöndin fylgdu frá 1935, að það var ekki tekið á móti flóttafólki. Við erum ekki betur stödd núna en þá. Þetta breytist náttúrulega allt mjög hratt. Og í skemmtanalífinu breytist það fyrst og fremst þannig að það rís upp hópur af ungum tónlistarmönnum sem að fer að semja sína eigin danslög og sönglög. Skúli Halldórsson er nú eiginlega fyrstur af þeim, Henni Rasmus sömuleiðis. Strákar sem að hafa tónlistargáfuna annaðhvort í uppeldi eða bara á náttúrufari. Og þeir taka að flytja músíkina sína aðallega á borginni. Það er tilkynnt í blöðunum eða að flytja nýtt danslag. Dagný, við eigum samleið, suður höfum. Þannig að það er að myndast einhvers konar nýtt og ferskt líf í samfélaginu, fyrst og fremst af hendi ungs fólks og aðkomumanna, vegna þess að í hljómsveitunum, til dæmis þessari hér, þar eru útlendir spilarar og hafa verið í rauninni alveg frá 1930 og það eru fyrst og fremst útlendingar sem spila á dansstöðunum. Samt sem áræðinu svoleiðis að þó að þetta samfélag sé svona að þá 1940 þá eru seldar 91.000 bollur á bolludaginn í Reykjavík. Það er 2,5 mann. Samt sem það eru 200 útigangsmenn í bænum sem eiga sér hvergi skjól og svo aðalega undir bátunum. En þegar breyting kemur hingað, þá náttúrulega breytist þetta algjörlega allt. Það lítur fyrst og fremst til því að þá verður náttúrulega til nóg að vinna fyrir alla. Og það kemur þannig fram í samfélaginu að það verður skortur að vinnufólki allt land. Stelpurnar sem að unnu sem aðstoðarstúlkur og heimilum betri borgara, það fá betri kjör annar staðar. Og fínu fólkinn verður að fara að ryksuga og þrífa sjálfar. Það eru tveir meginstraumar sem komu hingað inn í herliðinu. Það er annars vegar það náttúrulega breska herliðið sem var konskriftað, það var kallað í herþjónustu, heilu árgangarnir höfðu verið kallaðir inn í herþjónustu frá 1938. Þannig að það voru bara smiðir og múrarar og allir þeir sem höfðu verið að sinna sínu, þeir eru komnir fullorðnir í herinn.
Og fyrstu herdeildina sem komu hingað til setu voru náttúrulega frá Jórvíkurskýri fyrst og fremst, af norrænum stofni að því talið var, annars vegar, og síðan sumar 1940 þá koma hingað Kanadamenn. Og kanadíski herinn hann var aðeins öðruvísi hugsaður heldur en herskylduherinn sem hér var, vegna þess að í hann sóttu þeir sem að fengu hvergi vinnu annars staðar og buðu sig fram til herþjónustu. Og það aðallega í kringum þá sem það verða verulega átök í samfélaginu, í kringum þeirra skemmtanahald og samskipti við íslenskar konur. Nú það eitthvað sem að má eiginlega ekki nefna en verður að gera það samt, en það hefði náttúrulega verið stund á vændi í Reykjavík og víðar, við höfum heimildur það frá Hafnarfirði líka, á árunum fyrir stríð. Félagsleg staða láglaunakvenna var slík að þær neyddust þess að selja sig og sóttu þá fyrst og fremst í farskip, erlend farskip. Fengu bókað í mat, áfengi, fötum og þetta er sama mynstur sem heldur áfram inn í stríðstíman, inn í hersetu árum og verður síðan partur af einhvers konar krísu í þjóðarvitundinni það að hér hafi nánast önnur hver kona verið föl, erlendu herliði og blandast á óþægilegan hátt inn í átök náttúrulega herstöðvar og hefur eiginlega fylgt okkur allan síðan sem einhvers konar draugur úr fortíðinni sem slæmt. Þetta voru mikil átök strax haustið 1941 og í frægri skýrslu sem var kölluð ástandsskýrslan. Bretar gerðu mjög ítarlega rannsókn á þeim gögnum sem að það voru til og komust nú að þeirri niðurstöðu að það væru kannski ekki nema á þriðja tug kvenna sem að hefðu lagt lag sitt með skipulögum hætti við hermenn í því skyni að fá greitt fyrir þjónustuna. Og eins og oft gerist að þá verður náttúrulega mýflugan og úlvalda og ekkert meira úr heldur en ástandi til. En í þessum heimi þá er náttúrulega átök milli sýndarveruleika kvikmyndana og hins daglega lífs. Það er ótrúlegt að lesa til dæmis dagbækur móður minnar sem að fer einu sinni á dag í bíó á ákveðnum árum og skrifar komment það hvernig henni þykir nú aðalleikarinn, hvort að hann er sætur og hvort hann hafi leikið vel, hann hafi nú verið betri í síðustu mynd. Og það er þessi heimur sem að kallar á glansheimurinn, showbiz-heimurinn, hinn tilbúna saga ástir og örlög versus raunveruleikinn sem er það að við erum konur með 20.000 hermanna inn í landið sem að vita það að þeir eru bara í stuttustoppi og verða fluttir hérðan og hvað eiga þeir að gera þá? Þeir eru að drepa næsta mann og verða að öllum líkindum drepnir sjálfir. Og þetta er kynslóðin sem að hafði 20 árum áður tekið á móti feðrum sínum úr öðru stríði. Og þá náttúrulega gerist það að menn eru að lifa bara fyrir stundina og njóta augnabliksins meðan þeir eru einhvers staðar í skjóli. Og það er náttúrulega ekkert eðlilegra heldur en að menn reyna að finna sér hvaða skemmtun sem er í því samfélagi. Þeir koma á stofuna til Vigfúsar. Sumir af þeim eru ekki skrifandi. Þeir eru látnir færa nafnið sitt inn í kladdana sjálfir og þeir geta ekki stafsetta rétt. Það er varla að þeir kunni að skrifa. Og þeir fara á bíóinn
og það verður alveg sko fjölskyldurna sem áttu bíóðum þær verða svo moldríkar að þeir vissi ekki auðra sinna tal eftir stríðsaförnum. Það byrjuði að sýna á bíóðunum klukkan 12 og fyrsta veturinn er þeir nú skylt að vera með vopnum með sér. Þannig að þeir sita með riffilinn í klófinu og byssustingin í beltinu og horfa á það sem er í boði. Við búum við hörmulegar aðstæður í brokkunum en þess að Bretarnir höfðu náttúrulega ekki efni á því að fara í stríðið, raunverulega. Þannig að þú ert bara með grind og á hana eru festar bárujárnsplötur. Þú ert heppinn að þú ert með einhver botn í bragganum og þú ert valla með hitunartæki til þess að hita upp þennan geim. Og það eru náttúrulegar lýsingar sem eru á lífið þeirra. Kuldi, hungur, keyrir áfram tóbaki og te. Þannig er það langt fram eftir stríðsárunum þangað til að kaninn kemur. En í þessu umróti öllu þá sjáum við samt sem að merkjum ákveðna merkilega hluti sem eru sérstaklega eru það verkföllin sem eru 1941 þegar að hárgreiðslukonur fara í verkfall og veitingakonur. Kvennastéttirnar sem sagt eru að skipuleggja sig og heimta kaup. Við getum náttúrulega ekki gert okkur almennilega í hugalund hvernig þessi bær er vegna þess að leið að þeirra kóluna á haustinu þá er náttúrulega byrjað að hita húsin. Þau eru hituð með kólum. Þannig að þegar við erum komin fram í desember þá er kólan okkur farin að liggja við borginni. Það sést á myndum sem eru teknar á góðum dögum út í myndum að það er mistur yfir öllu og á úrfelli og reiknum það náttúrulega er sót sem að sest á allt og er svo fitugt að það er varla hægt að ná því af með hreinsivökum og leggst náttúrulega í lunguna fólki. Og strax í ágúst 1940 þá var náttúrulega farið að tala um það að verður að myrkva bæinn, slökkva ljósunum. Á þeim ljósastöðurum sem að voru þó uppi, sem að voru nú ekki margir. Og menn náttúrulega sjá sængsina útrita hverri fjárhunum eigaði nú að pöfast í hauga fjandans myrkri í desember þegar það skammdegið eitthvað myrkvast. Ég sé 35 mínútur. Og það náttúrulega gerist óeðlilega að þegar þú varst með 10 karlmanna á ferli í bænum og það fer það að verða hættulegt fyrir konur yfir úti. Og alveg frá má segja veturnóttum 1940 fram til lokastríðsins 1945 búa konur í Reykjavík við það að þær get ekki verið á ferli einar þegar að myrkur tekur. Það er hættulegt. Líkamsárásinnar verða hefjast eiginlega strax. Ekki bara gagnvart konum, heldur líka gagnvart börnum sem eru náttúrulega laus í bænum eins og það heitir. Það er ekki ennþá búið að ná utanum dagvisturinn og þannig að það séu stofnaðir óluvöllur, þannig að það sé hægt að koma börnunum í skjóla, þeir verðu bara að leika sér á götunum. Og það er eiginlega fyrsta viðbragð landsstjórnarinnar og borgarstjórnarinnar þegar að herinn er kominn, að það er að koma börnunum úr bænum, flytja þau burt. Það er húsnæðisskortur. Bæði 1940 og 41 þá býr fólk í tjöldum hérna kringum byggðina. En þess að straumurinn er hingað. Straumurinn er hingað en þess að hérna er vinnan. Og það náttúrulega kemur upp þetta vandamál.
Það er hægt að skemmta sér. Það er ekki hægt að fara á borginu þannig þess að liðsforingjarnir breska hersins eru búin að taka hann undir sig. Það er búið að loka henni fyrir Íslendingum. Nefna þessi í boði breskra yfirmanna eða kanadískra yfirmanna. Og svo gerist það 1941 að meira sé að Hótel Ísland lokar vegna þess að það eru skipstjórnarmenn á fraktskipunum sem að taka það á leigu. Og það er ekki hægt að fara þangað. Og þess vegna verður þetta furðulega fyrirbæri til sem að maður hefur oft undrast þegar að vorar. Þá er farið út á bænum. Og það eru Böll, Sjálfstæðisflokkurinn með Skemmtanir og Eyði sem er nálægt Gufunesi. Alþýðuflokkurinn og kommúnistaflokkurinn, þeir fara upp í Rauðhóla og byggja þar félagsheimili og reisa þar danspall. Og svo náttúrulega alltaf þetta fara Þingvöll. Og það er sem sagt dansað undir berum himni á sumarnóttum við harmonikuleik og eina trommu og sætaferðir eru frá Lækjartorgi, gerðu þið svo vel, kostar krónu. Þannig að þetta er nú alla vegana. Það eru skuggahliðar á þessu, en þess að þegar það er orðið svoleiðis að það eru að fullverja karlmönnum að þá eru bildu 2.000 til 3.000 upp í 4.000 karlmenn í fullri vinnu hjá hernum. En þess að það farið að byggja flugvöllinn. Þannig að hvað er hægt að gera? Ég til dæmis skrifaði það 1941 að það sé nú alveg lágmarka börnin sem að sé að vinna í togaralestunum, þau sé orðið 9 ára. Og það sé nú eiginlega réttlætismál að unglingar 13 til 14 ára, þeir séu bara látnir að vinna í 4 til 5 tíma á dag í lestunum við uppskipun og bolfiski. Veitingahús 1939 voru 26 í Reykjavík. Í lok stríðsins voru orðin 57. Það voru 430 starfsmenn sem að unni í veitingaiðnaðinum þá. 340 af þeim voru konur og helmingurinn af þeim var undir 25 ára aldri. Og fjórðungurinn af þeim var nýkominn í bæinn. Eins og gerist náttúrulega þegar að maður er með svona samfélag að þá verður náttúrulega uppþot stöku sinnum, reglulega uppþot áramót. Jóhannes í Borgarn lætur setja í hlerana og alla gluggana við Austurvöll, alltaf fyrir gamlaskvöld, til þess að það sé ekki brotin hver einasta rúða í hótelinu. Strákarnir þeir taka sér til og þeir ráðast á lögreglustöðina á hverju gamlaskvöldi og brjóta í hverju einustu rúðu. Og Agnar Kúfoð grípur til þess ráðs að hann kemur upp vastfrýstibúnaði á bíl til þess að hemja fjöldan þegar þeir verða mjög herskaður á gamlaskvöld. Þetta ástand varið alveg þangað til að menn taka þá ákvörðun að flytja allar áramótabrennurnar í úthverfin og friða þar með miðborgina fyrir skemmdarverkum og ofbeldisverkum. Það er samt sem að kemur nýtt fyrirbæri til sem að strax árið 1942
að þá fara menn að huga því að flytja inn, af því að við erum konur í samband við Ameríku, þá að fara að flytja inn sko búna til þess að koma upp svona skemmtigarði. Það eru náttúrulega einir menntuðu stúdentarnir sem byrja á því í félagi við businessmenn og fyrsta tífólið það er starfandi í hljómskólagarðinum, sumarlangt. Það vísu í fjáröflunarskilni fyrir nýja garð sem á að fara að byggja það. Þar er búið upp á náttúrulega dansatriði. Sigurð Þórs dansar það með breskum strák sem hann var menntaður ballettdansari. Og það eru fluttar gamanvísur og það er trúður til að skemmta. Svo eru skotpallar. Og það er búið náttúrulega upp á nýjar veitingar. Það er ráðherrar í utanþingsstjórninni eru búin að ná sér í umboð fyrir Coca-Cola. Þannig að það er í boði fyrir þá sem þyrstir eru. En ameríski herinn hann tekur upp á stefnu, breski herinn gerði ekki, að hann heldur allar sínar herstöðar í útjaðri bæjarins og fjær í rauninni. Þannig að þeir hafa miklu meira kontról á sínum mönnum heldur Bretinn hafði sem að risti bara bragga á hvaða einustu lóð sem það var hægt að finna í bænum. Og þá þarf náttúrulega að byggja samkomuhús fyrir hermennina. Og það er ákveðið að fela Rauða krossinum að reka þau. Það var hjúkrunardeildin þegar maður fylgdi ameríska hernum. Þannig að það rís Rauða krosshús við hérna á Snorrabrautinni og frægt hús sem að lengi var til í Keflavík sem hét Krossin. Og þangað er náttúrulega boðið í dans. Og það eru aðfluttar hljómsveitir, amerískar aðalega, sem að eru til skemmtunar. Og kunnur ameríski skemmtikraftar. Bob Hope, Marlene Dietrich, Jack Benny. Fólk sem er starfandi í skemmtideildum ameríska hersins. Og svo eru svona furðulegir hlutir eins og til dæmis það að Ríkisútvarpið, Útvarp Reykjavík og bandaríska útvarpsstöðin sem að er komin í gang og deilir tíma með Ríkisútvarpinu eins og Bretarnir höfðu byrjað á. Nú flytur sko frumflytur Leningrad Sinfoníu Sjóstakovits í beinni útsendingu undir stjórn Toscanini's. Þannig að það er ýmislegt sem að menn dumdu sig við. Rétt eins og þeir höfðu fáum árum áður hlustaðu á Stefán Íslandi syngja í beinni útsendingu frá Kaupmannahöfn í óperu. Maríu Markan. En eins og nú, flytjum við helstu óperustjörnur okkar til útlanda, látum þau syngja fyrir útlendinga. Það er nú samt sem er von í einhverju nýju. Hér hafði tónlistarlífið verið borið upp á stórum hluta af þýskum hljómlistarmönnum, langflotta, flestum. Og gengu í hljómsveit Reykjavíkur, spiluðu á veitingastöðunum, Dinner Music. Og þess vegna er það að það er ákveðið að slá í það að hefja byggingu á tónlistarhöll 1944. Það er óperettan í Álögum eftir Dagfinn Sundarsson og Sigurð Þórðarsson sem þar er flutt, byggir á þjóðsagnaminnum. Og hún er náttúrulega flutt fyrst og fremst til þess að safna í sjóð fyrir tónlistarhöllina sem á að rísa við tjörnina og á að vera með 2 sali, annars vegar fyrir sinfóníuhljómsveit og hins vegar fyrir kammersveit. Þannig að menn eru stórhuga og eru komin með hvorki meira en minn 1/8 fyrirhuguðu byggingarkostnaði, segir Ragnar Jónsson smjörlíkissali í Smára. Leið og beið, eins og segir í sögunni. En með þessu öllu, því að við erum að nálgast tímann okkar, það var náttúrulega einn hluti af menningarlífinu sem ég hef ekkert minnst á.
Hér hefur mér náttúrulega stundað íslenska glímu og spilað fótbolta. Það var næstu í kennslufalli í menntaskólanum í Reykjavík þegar handboltinn kom til sögunar. Móðurbróðir minn sagði mér að hann hefði þurft að taka upp próf eftir þann vetur þegar farið var að spila handbolta í portinu fyrir aftan MR. En það eru komin til nýjar íþróttir, keila, körfubolti, box. Þau spila amerískan fótboltastrákarnir á vellinum fyrir neðan háskólann. Þannig að sá hluti af skemmtanalífinu og menningarlífinu hann að taka nýjan þroska og kynnast nýjum greinum. Enda horfi nú allt til betri vegar. Það slegist leikarablöðin og teiknimyndablöðin þegar að fraktvélarnar koma frá Ameríku. Og velta seðla í umferð hún hefur breyst frá því að vera 13,5 milljónir 1939 upp í 135 milljónir 1944. Enda ætla menn að fara að stofna lýðveldi. Það er að vísu aðeins til vandræði að það er skemmtanalíf stundað alltaf á sumrinu og Þingvöllum í tjöldum. En þess að eitthvað verður fólkinum að fara til þess að finna sér tómstundagaman. Þannig að það er drukkið á flötunum í kringum Almannagjá í tjöldum og eru þar á ferðinni bæði karlmenn, íslenskir og bandarískir og kvenmenn, aðalega íslenskir. Þannig að fólkið finnur sér rúm fyrir það sem að náttúran býður því. En þetta endar náttúrulega samt sem ára á þann veg að stríðið komið svona nátt okkur að skipunum sögt að kafbátum undir vor 1945 þennan rétt fyrir utan eyjarnar. Það sem sagt er á þröskuld okkar. Og það er í því umhverfi sem að fólk fann sér skemmtun og tísku, söng og gleði þessi ár. Nú skal ég svara spurningum ef þið hafið einhverjar. Ég vil bara byrja því að þakka þér innilega fyrir þessara frásagnir. Þetta er svo innihaldsríkt og mikið að maður kannski veit maður ekki nákvæmlega hvar maður á að bera niður spurningum. Mér langaði hins vegar að byrja bara með því að spyrja þig að einu. Það sem ég rakst á þegar við vorum að setja upp þessa sýningu hérna og þú nefndir aðeins eru þessi svona síðdegis skemmtanir þegar þið verið að spila, hljómsveitur að spila undir kaffidrykju, þar sem að fólk mætir á kaffihús. Mér fannst ég líka að hafa rekist á að það hafa verið svona danssýningar, svona bara síðdegis sýningar, þar sem að var verið að sýna það nýjasta í dansi. Á það heima einhvers staðar í svona kaffihúsamenningu eða næturlífinu? Sko danssýningarnir voru partur þegar menn grípa til þess ráðs, aðalega eru það kratarnir Jón Pétur, bróðir Péturs Péturssonar og þeir stofna Artist Club. Við erum nokkur svona klúbbar sem voru starfandi, bæði náttúrulega hjá Oddfellow-unum í húsinu þar og sömuleiðis á borginni sem að voru fyrst og fremst hugsaði til þess að reyna að trekkja fólk inn fyrr á kvöldin. Koktelklúbburinn þar á meðal. Og á þessum skemmtunum sem eru ábyrjandi alveg frá 1939 og verður nú einn þeirra var nú tilefni til Milliríkjadeilu vegna þess að Lalli og Binni, eins og við kölluðu sig, þeir dansuðu ákvarðlegan dans í drag við Horst Wessel-sönginn og þýski sendiherrann var ekki mjög gaman. En þetta voru yfirleitt samsettar dagskrár sem að voru listdans sem að Ellie eða mjög mikið Ellen Kay meðan hún dansaði. Þá sýndi hún sem sagt listrænan dans. Ellen Kay var náttúrulega
Hún var lærð frá Mary Wigman sem var helsti nútíma danshöfundur Þýskalands á þessum tíma og hafði dansað í þýskum söngvamyndum og var bara tipp-topp manneskja. Það eru myndir af henni hérna frammi. Og hún dansar. Bára farin að sýna samkvæmisdans. Hún dansar til dæmis sérstakann dans við eigum samleið sem að kærastinn hennar Sigfús Halldórsson samdi. Og síðan gjarnan sýnd akrobatik sem er sem sagt einhver kona sem að er með einhvers konar teygjur og svo sungið eitthvað og þetta eru svona 5-6 atriða dagskrá rúlið sérstaklega til þess að drekka. Ég var svo frek að grípa spurningu, maður byrja ykkur að bera fram ykkur spurningar? Ykkur út í sal? Kannski má ég varðandi tónlistarmenn og nefnu útlendingara, þetta er mikil svo forgöngu þegar það kom íslenski tónlistarmenn í dans og léttari menningu. Þeir náttúrulega Má ég kannski grípa fram í? Ég verið að spyrja, ég þarf að endurtaka þetta svo að heyri þetta í hérna. Ég skal bara endurtaka þetta, hún spurtur þáttöku íslenska tónlistarmanna í tónlistarlífinu framanna. Og það sem er náttúrulega gerast í rauninni það að með stofnun tónlistarfélagsins og skipulögðum rekstri þess að þá í rauninni tónlistarkennslan færð yfir á allt annað plan og við erum með þó einstaklinga sem að kenna eins og Árni Kristjánsson til dæmis og fleiri, Þórhallur, pabbi Óla Gauks. Þetta eru menn sem eru menntaðir í Evrópu fyrst og fremst og þeir eru að kenna undirstöðu atriði í hljóðfæraleik. Nemendur þeirra fara síðan mjög gjarnan upp í lúðrasveitirnar og fá einhverja smá þjálfun þar og síðan fara þeir þaðan. Þetta er bara nákvæmlega sami eins og við erum að sjá núna. Fólk fer bara í tónlistarnám eða það er börn og síðan þegar það er orðið unglingar þá er það orðið stöðfært og þá þarf það að fóta sig sjálft og það er það sem gerist að við eignumst á sérstaklega síðari hluta tímabilsins. Við erum að vísu búin að vera með menn eins og Óla Lórans og Bjarna, pappa Ragga Bjarna. En þá eignumstu við sem sagt krafta sem eru spilandi á dansleikunum fyrst og fremst. Ég tekið sem dæmi Róbert Arnfinnsson. Róbert Arnfinnsson er náttúrulega alveg upp á Eskifirði. Hann lærir mjög snemma á hljóðfæri og hann vinnur meira og minna öll stríðsárin í Reykjavík og á Siglufirði og í Hrísey við það að spila harmoníku og er partur af hljómsveit sem er starfandi sérstaklega fyrir norðan og spilum dægulög undir dans og er náttúrulega líka á Hótel Siglufirði þá er hann spilandi á Restrasum sem aðalega föstudagar og laugardagar milli 4 og 6. Svo þegar hann er komið hingað í bæinn eftir að pappa hans gefst upp á því að vera skólastjóri fyrir austan. Fjölskyldan flyttur hingað í bæinn og hann fer að átta sig á því að hann vill verða leikari. Þá er hann með 2 vinnur. Það er annars vegar að spila fyrir dansi og hins vegar að keyra vörubíl fyrir Bretann. Bestir voru túrunir upp í Hvalfjörð en þess að það var svo langt stoppið þegar þeir var verið að afhlaða bílinn. En á þessum tíma þá er Haukur byrjaður, Raggi er að byrja og við erum að sjá að það er að koma inn Skafti Sigþórsson, Henny Rasmus og þetta er allt saman strákar sem eru bara rétt orðnir tvítugir og þeir eru farnir að komponera lög. Skúli Sigfús Halldórsson hann gefur út danísk og hann er 19 ára þegar hann gefur það út á nótum. En þess að öll músík sem er ný, hún er gefin út á nótum. Þannig að hún fer út á heimilinu þar sem að menn hafa aðgang að einhverju hljóðfæri.
náttúrulega sko, þetta var deiluatriði. FIH setti sér náttúrulega á móti sko útlenskum spilurum, nema það væri sannanlegt að það væri engin Íslendingur sem gæti spilað á viðkomandi hljóðfæri. Alveg eins og það náttúrulega sko hjúkrunarkonufélagið setti sér á móti því að það væri lánar þýskar hjúkrunarkonur til Akureyrar 1939 og það væri stofnað á spítali. Vegna þess að það væri sannanlegt að það væri til konur í landinu sem gæti hjúkrað fyrir norðan þó enginn vildi búa það. Fleiri spurningar? Við höfum að nálgast eitt. Já, það var gjarnan gaman, nú veit maður ekki hver tímabundið þið eru, en það var gjarnan gaman að geta að fara á sýninguna. Já, við skulum kíkja fram. Og er það ekki? Mér er ekki allir tilbúinir það og þið passir bara fjarlægt. Þá var að setja upp grímuna.